Gunnar heiti ég frá Samgöngustofu. Við hjá Samgöngustofu bara fögnum þessu átaki og erum þakklátt fyrir að fá að taka þátt. Við sjáum í slysatölum okkar að það eru slys á vinnusvæðum á hverju ári og þetta í rauninni tvíþætt öryggismál. Þetta annars vegar öryggi ökumannanna sem keyra þarna Yfirleitt eru aðstæður takmarkaðar og verri heldur en gengur að gerist á þessum svæðum, þannig að það þarf að taka niður hraðann til þess að ökumenn fari sér ekki að voða. En svo þetta hitt sem að búið að tala mikið í dag, öryggi þeirra vinnumanna eða vinnufólk sem að á vettvangi. Við höfum gert þessa mynd, fræðslumynd í samstarfi við Vegagerðina og við erum eiginlega frumsýna hana núna. Hún enda komin á RÚV og sýnd þar sem uppfyllingarefni milli dagskrárliða ásamt öðrum fræðslumyndum og við ætlum að fara í smá herferð núna í kjölfarið á þessum fundi, sýna þessa mynd á samfélagsmiðlum og eiginlega viljum biðja ykkur sem hér eruð að hjálpa okkur við að dreifa myndinni, setja þetta á ykkar samfélagsmiðla og vekja athygli á þessu málefni. Finnst okkur þetta í lagi? Nei, varla, en samt gerist það að einstaka ökumenn aka í gegnum vinnusvæði fólks án þess að skeyta öryggi fólksins sem þar að störfum. Það í raun engin munur á því að vanvirða tilmæli, merkingar og hraðatakmarkanir á framkvæmdasvæði þar sem fólk á störfum og aka með þessum hætti í gegnum annars konar vinnustað. Þegar við sjáum skilti eins og þessi, þá verðum við að breyta aksturslagi okkar og skerpa á allri athygli því annars getur skapast hætta, ekki bara fyrir þig, heldur einnig fólkið sem á störfum á svæðinu framundan. Mundu að það óvíst að þú sjáir það og þetta fólk að vinna fyrir þig. Færum hraðan niður í það sem tilgreint og heimilt. Gerum það jafnvel þótt okkur virðist aðstæður bjóða upp á meiri hraða. Lækkun leyfðs hámarkshraða á framkvæmdasvæðinu engin tilviljun og mundu, það ýmislegt við þessar aðstæður sem þú getur ekki lagt mat á. Það reyndar oft sem okkur virðist engin ástæða til að lækka hraðan. Okkur geti fundist við þurfa að græða sekúndur með því að komast sem hraðast áfram. En þessar sekúndur geta kostað sitt. Bílar eru yfirleitt ekki skotheldir. Þetta skilti táknar að öll bönn sem eru við framúrakstri og lækkun hámarkshraða vegna framkvæmda sé lokið. Sekúndurnar sem við töldum okkur vera að græða geta orðið ævilöng bið eftir því að komast áfram í lífinu. Munum að við erum ekki ein. Þarna eru foreldrar eða fjölskylda einhvers að störfum eða á ferðinni í kringum okkur. Þarna hugsanlega mamma og pabbi einhvers. Förum varlega, alltaf og eigum góða ferð heim. Takk fyrir þetta, Gunnar, og endilega hvet ykkur til þess að dreifa þessu sem víðast, en morgunfundinum bara einfaldlega lokið og við þökkum ykkur fyrir að hafa hlustað svona vandlega og þökkum þeir sem fluttu erindi og sendum ykkur heim með þá hugsun að það liggur ekki lífið á og það ekkert mál að hægja aðeins og vera eins og Gunnar Geir og myndbandi bent á nokkrum sekúndum lengur, því að þetta snýst yfirleitt bara nokkrar sekúndur. Takk fyrir.